Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að víkja að menningu. Næsta sunnudag klukkan 2 verður haldið málþing í Miðgarði, Skagafirði. Í tilefni þess að 70 ár eru liðin síðan fyrsta ljóðabók Hannesar Péturssonar kom út. Hún hét því yfirlætislausa nafni Kvæðabók og ég held að megi bara segja að ljóð Hannesar hafi breytt lífi okkar margra. Þetta fyrsta rit var prentað í 1000 eintökum í upphafi og þau ruku út og seldust upp. Annað upplag var prentað í snatri og Hannes lifir enn. Hann hefur held ég gefið út 11 ljóðabækur alls og það er vel við hæfi að halda þessa afmælisveislu á hans heimaslóðum og hingað er kominn góður gestur. Eyþór Árnason, ljóðskáld, má ekki bara kynna þið sem slíkt? Jú, já. Góðan daginn. Góðan daginn, já, gaman að fá þig hér að Rauðaborðinu. Já, þakkaði fyrir. Þú átt þennan snúning á ferlinum að við fórum að sjá bara gullfalleg ljóð eftir þig fyrir nokkrum árum og þú hefur bara verið iðin við gólan. Já, þakkaði fyrir. Þetta bara svona datt inn. Já. Það ég segi nú ekki beint á gamals aldri en ég var bara held í orðin 55 ára þegar fyrsta bókin kom út. Sem náttúrulega alveg til skammar, sko. Flestir byrjaðu þessu í menntaskóla eða eitthvað svona. En ég náttúrulega hef verið seinþroska með ýmislegt. Já, sko, betur. Þú ert allavega, ertu ekki einhvers konar prímus mótor þarna í þessari dagskrá og þessu þingi fyrir norðan? Jú, allir verði ekki viðurkenna það. Við erum hana tveir, ég og Sölvi Sveinsson, sem er frendi minn frá Sauðárkróki. Og hann er náttúrulega sko líka vinur skáldsins. Já. Og og bara okkur einhvern veginn flög í hugað, það yrði nú að halda upp á þetta. Já. Þetta var í afmæli. Já. Það er gaman eiga afmæli. Já. Og það bara var tekið svona vel í þetta. Já. Við rukum á stað. Þið rukuðu á stað? Já, bara með 2 hendur tómar og það eru tómar ennþá. En nema það, við erum búin að hafa fullt af fólki til þess að taka þátt í þessu með okkur. Glæsileg dagskrá. Og en það segir þarna að sögufélag Skagfirðinga standi fyrir þessari afmælisveislu eða hvað? Má ekki segja það? Sko, Hannes er náttúrulega fæddur á Sauðárkróki og elst þar upp. Kemur svo í menntaskólann í Reykjavík og flytur svo alveg suður. En foreldrar hans flytja suður að ég mann rétt. Og en Hannes hefur mikil tengsl við sögufélagið og er heiðursfélagið þar. Þetta er mjög merkilegt fyrirbæri. Já, hvað er Sögufélag Skagfirðinga. Hvað er sögufélag Skagfirðinga? Já, þetta heldur utan alls konar sögur og sagnir og ýmislegan fróðleik úr Skagafirði. Gefur út eina bók á ári sem heitir Skagfirðingabók. Já, svona árbók þá. Já, ég held að komnar þú þekkir nú kannski árbók Þingeyinga. Já, einmitt. Þú þekkir það? Já. Og þetta er svona svipað, ég held að komnar 40 eitthvað bækur eina ári. Það búið standi meiri í 40 ár Já. Og Hannes laumar mikið inn þarna, pislum og svona skýtur inn miklu og hann er að því við erum hérna að tala um ljóðskáldið Hannes en það má ekki gleyma því að hann er náttúrulega mikill grúskari og sinnir þessum neftóbaksfræðum sem hann kallar svo. Það var ég heyrði sögu að því að þeir fengu gamlar bækur frá hreppstjórum og svona sem höfðu legið í kössum einhvers staðar upp á háaloftum í sveitinni þá þurftu þeir að byrja á því að dusta úr þeim neftóbakið. Kjölurinn var kannski fullur af neftóbaki. Og Hannes kallar þetta neftóbaksfræði, svona sagnaþætti. Og ekki nóg hann hafi sinnt í vel þar í sögufélaginu, hann náttúrulega gefið út margar bækur með alls konar sagnaþáttum. Misskiptir mannanna láni og fleira.
Og enn slær eldhjartað í honum þegar kemur að brýningu til samfélagsins. Hann las okkur pistilinn bara fyrir skemmstu í skoðanagrein á Vísi Pútín og Úkraínu. Draugagangur í Alaska. Draugagangur í Alaska. Það er bara, fengum menn það óþvegið. Menn fengu það óþvegið. Og bara takkið það til sín sem eiga. Já. En hann orðið fjörgamall maður. Já, hann verður 94 í desember. Já. Og bara, hérna, ég talaði við hann í sumar og hann bara ótrúlega brattur. Já. Já, jafngamall og pappi í sveitinni, þeir eru sekt í þessum köllum. Mjög sekt. Frábært framtak að minnast þessara tímamóta. Já, við erum náttúrulega voru heppni líka, sko, við fengum hann fáum hann að fylgta góða fólki með okkur. Já, það er. Fáum hann að, sko, Sölvi ætlar að flytja erindi skáldið og svo kemur Silja Aðalsteinsdóttir. Já. Og ætlar kannski svona, aðeins að svona staðsetja kvæðabók. Já. Kemur út þarna 1955. Já. Og sem sagt 70 ár síðan. Já. Og hann ætlar að staðsetja okkur þar og svo mætir Egill Helgason. Já. Og fer yfir kannski sín svona helst uppáhaldsljóð. Já. Lætur gamminn geysa. Jú, Egill er mikill aðdáandi. Já, hann er aðdáandi Hannesar og svo ætla ég eitthvað að segja líka. Já. Það verður nú eitthvað svona kannski svona sveitamaðurinn bara ég að hérna svona hvaða áhrif ég hef fengið frá því að lesa ljóð Hannesar. Ég hugsa þessi nú eitthvað í þá áttina. Já. Ég er ekki alveg búinn að ákveða þetta, hvernig það verður. Svo kemur Kristján B. Jónasson. Já. Sem er nú náttúrulega skagfirðingur. Já. Og hann ætlar að fara svona heldur vitt og breytt svona kannski setja þetta svolítið á fræðinlegan stað. Já. Síðan verða náttúrulega lesin ljóð. Já. Fáum bara lesara úr heimasveitinni. Já, það er vel við hæfi. Til þess að lesa. Já. Og svo ætlar hún Helga Rós, Indriðadóttir að syngja. Einmitt. 3 lög. Já. Við texta eftir Hannes. Já. Og Daniel Þorsteinsson ætlar að spila undir. Þetta er nú svona dagskráin í. Já. Svo fá okkur kaffi. Já, það er það sem maður gerir í sveitinni. En það verður, ég held dansum nú samt ekkert. Nei. Dansaðir þú í Miðgarði, forðum daga. Þú náttúrulega hafið skjólbrekku. Ég spilaði á sviðinu á Miðgarði. Ég gaf öðrum tækifæri til að dansa. Já, það er svoleiðis. Ég hugsa að ég er svona 15-20 böll að baki á sviðinu. Það er ekkert á Miðgarði með 3 hljómsveitum held ég. Kannski ef ég þá dansa hjá þér. Kannski. Kannski. En Miðgarði er náttúrulega rosalegt hús. Já. Og það er kannski best að ræða það ekkert frekar en nei. Þetta voru frábær böll. Já. Heyrðu, en sko, já, mjög spennandi dagskrá. Magnað að að sinna arfleifð Hannesar með þessum hætti. Já, mér finnst það. Þetta er bara, þetta má ekki gleymast, sko. Maður verður að halda svona hlutum á lofti. Já, og þá langar mig að fara svona aðeins persónulega inn í svona þig. Hvaða tón sló Hannes sem snart þig? Hver var galdurinn í, og hefur verið galdurinn í hans ljóðum? Af hverju ert þú unnandi ljóða Hannesar? Kannski erfitt aðeins að útskýra það, sko. Þetta kemur ég hugsað að reitt ljóð í kvæðabók sem heitir Ung stúlka sem kveikt alveg sérstaklega í mig þegar ég var ungur, sko. En það er náttúrulega svo merkilegt með það, eins og ég sagði áðan, ég er seinþroska og ég er kannski bara að verða svona milli 25-30 ára þegar ég fer að lesa Hannes eitthvað ráði, sko. Já. Og þá heillast ég strax að mörgum þessum ljóðum ekki sem tengjast Skagafirði. Já. Ég heillast að þeim og þetta er mjög merkilegt ljóð sem heitir Ung stúlka. Já. Og það er eins og Jóhann Hjálmarsson segir á einum stað, sko. Slík ljóð auðnast mönnum sjaldan að yrkja. Já. Og það er fallega. Já, það er fallega sagt, sko. Já. Og svo smátt seitlar þetta inn og það er ekki fyrir, sko, 1900 sennilega bara 83 þegar ég er 29 ára, sko. Já. Þá er ég loksins komin með allar ljóðabækurnar hans. Já.
og farin að leggja svolítið yfir þetta og þá grípur mig mikill ljóða áhugi á þessum tíma sko. Og ég veit ekki hvort ég ætlaði að verða ljóðskáld þá, ég held nú ekki en svona, kannski var ég byrjaður þá eitthvað að hugsa þetta en svo líða nú ansi mörg ár áður en eitthvað kemur frá mér sko. Nei, ég held að sé sko, það er svo falleg ljóð, það er sko Sumarnótt í Skagafirði til dæmis í þessari bók í Sumardölum sem er önnur bókin hans, þú sér hún svolítið lúin orðin. Jú, það er búið að nota hana. Það er búið að nota hana svolítið sko. Og þá verður einhvern veginn, hvernig getur maður lýst þessu? Allir maður bara finna ekki tenginguna. Þessa við fjöllin og við fjörðin sjálfan og bara það er einhver strengur sem ég finn sem er mjög sterkur í þessu. Einmitt. Hannes var kynntur fyrir mér fyrst þegar ég var á námsárum mínum í menntaskólanum á Akureyri og ég var svolítið duglegur að lesa ljóð á þenn tíma, svona nýromantískur svolítið og bohemískur og maður var sjálfur eitthvað að brasa við að yrkja frekar vond ljóð en öll ljóð eru eitthvað. Þú mútt ekki dæma þig og hart sko. en sko það sem að mér fannst þá þegar við fyrstu kynni og hefur fundið síðan, það er þessi galdur forms og merkingar að þetta er allt svo flauels mjúkt eða flest svona á ytra borði en það er þarna undir einhver svona, já kannski er það skagfirðsku fjöllin, kannski er það skagfirðsku árnar eða það er einhver þungi líka og maður svona, hann sko nær til manns á fleiri en einni heilastuð einhvern veginn. Þannig upplýði ég hann. Ég veist að þetta sé alveg rétt hjá þig sko, það er eins og sko ljóða, fyrsta bókin hann, kvæðabók, er náttúrulega mjög merkileg sko. Já. Að því að maður gæti sko haldið að getur hugsað sér eiginlega sko það sé margir menn sem er ortana sko. Þarna eru ástarljóð, saknaðarljóð, saknaðar ástarljóð og svo koma þessi sko svona hörkuljóð eins og Jón Austmann ríður frá Reynistaðabræðum og eitthvað svona þessi seinasti kaplinn í bókinni sko hann er náttúrulega mjög hann er allur í þessu sko hann er í mjög Galdraloft og Hallgrím Pétursson og Þorgeir ljósvetningagoða og Veginn Snorri og þá er hann allt í einu komið þar í þessar gömlu sögur sko þjóðsögur og ekki bara þjóðsögur heldur bara sannar sögur og svo kemur kannski og svo endar hann kannski öðruvísi allt öðrum stað sko og byrjar öðruvísi og svo eru eins og ég sagði myndist á ljóði ung stúlka sko, ekki verið þá lengur yfir heiðina til fundar með mig þó býrð á sama stað vinur minn en þú ferð ekki, þú hefur gleymt mér og svo kemur algjörlega órímað svo er annað sem heitir þau gengu tvö rétt á undan og þar er bara þau gengu tvö sá í sama akur og sama vonin er ríkt í hjörtum tveim í djúpa mold þau dreifðu fræjum sínum við dagslok báru tómar korfur heim þannig kemur þetta alveg bara þarna er þetta hefðbundið nokkrum blaðsíðum undan svo maður svona verður hvert er þessi maður að fara en þetta var náttúrulega hvað segir maður þetta var mikill sko þetta þótti mikil tíðindi þessi bók í ljóðabóka Flórunni Íslendingar þau stukka á hana það var að vísu búið að gefa boltan áður í þessari bók hér ég veit ekki hvort þið sjáu þetta jú, ég seti þetta bara hérna við liðan á mér sko ljóðungar að skálda alveg rétt kemur árið áður held ég kom ég örugglega árið áður 54 og þar á Hannes ein 7 ljóð einmitt og það eru þarna, það eru öll heldur skáldin eru þarna, ungu skáldin eru bara þarna 20 skáld
og það Jón Vör og það Jón Óskar og það hérna Kristján H. Djúpalæk og fleiri já. og hérna Einar Bragi já. Þetta rosa hópur. En Hannes fekk aðal athyglina. Var það? Já. Segir sagan. Já. Og það var víst ekki laust við það hann væri nú bara hreinlega öfundar að þessu Já, einmitt. Ég held að sé til einhverstað grein eftir Sigur Þórarinsson sem skrifar einhver dóm þessa bók Já. Og það eiginlega bara hvað Hannes flottur. Já. Og Steinn Steinar skrifar þetta líka Já. Hann verið bara aldrei, veit ekki neitt mann á hans aldrei yrkja svona vel. Nei. Þú rættu að hann 23 ára þegar bókin kemur út. 22 þegar þessi kemur Já. Svo þetta heilmikið þetta einhver töframaður sem birtist hann allt í einu Og það kannski einhverjir töfrar að ég var bara með eitt ljóð eftir hann á mínum skjá í undirbúningi þessa viðtals og það var ung stúlka og þessi orð sem að þú varst að lesa ég ætlaði að nefna þessum dæmi ekki ferð þú lengur yfir heiðina til fundar við mig þó býrð á sama stað, vinur minn en þú ferð ekki, þú hefur gleymt mér nú vatnið og ís af því að nú það þín iðja eins síðari ár að leita að rétta orðinu og setja það á rétta staðinn dag eftir dag, viku eftir viku stundum þar maður misseri til að bæta ljóð og finna akkurat hérna hrynjandi áferð orða, tónlistin í þessum línum þetta eitthvað alveg einstakt og samt þetta svo lágstemt og kannski einmitt vegna þess hvað það lágstemt að það bara þetta ótrúlega snillt þetta kemur inn í mann alveg bara áreynslu laust það svo fallegt það svo fallegt og það ekki verið að skreita neitt þarna nei. En bara þetta kemur til mann svona sterkt og hérna og maður veit ekki alveg hvernig að lýsa því og þetta bara tekur mann aðal hættan að maður hætta ekki sjálfur þegar maður les svona en maður nú komin yfir það maður hugsa það svona einstaka sinnum sem maður les eitthvað virkilega flott og það ekki bara þetta ekki orðið ágætt hjá manni sjálfum En ég veit ekkert mikið Hannes þótt ég hafi lesið ljóðin hans veistu hvort þetta hefur komið til hans áreynslulaust eða hvort það liggur mikil vinna að baki það liggur bara mikil vinna að baki og hann alltaf að kroti í þetta og hann byrja náttúrulega ég held hann bara ákveði það bara mjög snemma að verða skáld hann segir það einhvers staðar sjálfur hann lærði þegar hann var í menntaskólanum þá bara hann segir, það var nú stundum ekkert opnaði skólabækurnar þann daginn hann fór bara óleið sinni í skólan af því að þá var hann bara yrkja hann að sinna sinni köllum hann byrjaði bara strax hann við bara verið svona 12, 13, 14 ára 15 ára þá var hann bara búin að ákveða að verða skáld og það náttúrulega ansi gott og standa við það og svo fer hann náttúrulega mjög snemma út til Þýskalands ætla sé ekki 52 sem að fer út hann er það bara rétt rúmlega 20 eða það bil 52 til 4 held ég hann sé út í Þýskalandi í Köln og Heidelberg í háskóla þar og svona látið stundum að því liggja kannski var þetta nú bara óþarfi að eyða tímanum í þetta vera að fara í háskóla en nei, hann náttúrulega öðlaðist þetta mikla víðsýni hann kemur hann til Þýskalands bara rétt eftir stríð þetta er náttúrulega dýnamískur tími rosalegu tími og það var náttúrulega bara allt í það var ennþá rétt að byrja uppbyggingin var byrjuð og svona en það var ansi miklar leifar á stríðun ennþá mjög sterkir siðferðislegir tímar svona. Já. Og svo kemur hann nú heim en hann fer í háskólan
og fer í íslensku eða eitthvað svoleið sko, og svo sem hann segir að hann er náttúrulega haft gott að því í sjálfu sér en ég maður rétt en hann virðist alveg sko vera harð ákveðin í þessu að verða skáld sko og startið er náttúrulega sko bara frábært getur ekki fengið betra start sko. Hvaða fyrirgefðu ég grip frammi fyrir þér en nú vaknar spurningin, fékk hann sterka hvatningu frá foreldrum sínum eða ættingum eða voru einhverju svona ég bara þekki það ekki sko, það var náttúrulega sko, pappans var nú gott skáld sko já. Og svo var sko, ég hef nú ekki kynnt mér það alveg sko, en hann frændans var Helgi Hálfdanarson já og sagan segir og ég held að það sé rétt sko, að Vestlunumann Helgi áður en þessi kvæðabók kom út sko, þá var hann hjá Helga heila Vestlunumann Helgi og þeir fóru yfir þetta fóru og hökkuðust eitthvað í þessu hvernig að því það er nú þannig þegar maður allavega segir fyrir mig sko að þegar bækurnar kom út þá nú búið að krukka svolítið í þar einmitt ég get nú sagt þér sögu ef þú vilt heyra hana frá sjálfum mér endilega þegar fyrsta bókin kom út sko þá fórum til útgefenda og ég var nú ansi rogginn með hana sko og þeir öllu að skoða þetta og svo fæ ég síntal og það hljómar þannig blessaður, þetta nú ágætt hjá þér en við getum ekki gefið þetta svona út og ég náttúrulega var bara móðgaður já, bara móðgaðist en þá var nú sko góð kona Kolbrún Bergþórsdóttir búin að segja við mig hlustaðu nú á útgefendunar þeir meina ekkert illt sko nei svo ég jafnaði mig á 1-2 dögum og hitti útgefendunar og við fórum að grauti í þessu og þetta lagaðist já en svo má maður svo fikk ég samt þetta sko og þegar þú ferð að gefa út þína ljóðabók sko, þá máttu líka hugsa þetta til þess sko en láttu samt ekki útgefendurna fara að stjórna á miklu sko því það er svo gaman að yrkja fyrir þig segja þér svo þetta er aðeins svona frá mér sko hvernig þetta er ég get sjálfur sagt á þetta borð að ég var ekki svo heppinn að þekkja Kollu, ég hafði ekki kynnst Kollu þegar einmitt ég var hjá mjög stóru forlagi og þau voru að lesa yfir voru mjög hrifin af handriti sem að skáldsögu sem ég hafði sent þeim en ég hafði ekki þessa auðmýkt og ég hafði ekki þessa burði til þess að læra heldur ég fór bara í fílu og bara fór til minni útgefanda þess sem þurfti minna að breyta minna snildar höfundar þetta er náttúrulega allt svo gott sem þau gerir sko tær snild bara sem rennur úr bennanum en já, það er mjög gott að þú kemur inn á þessa sögu því að það eru náttúrulega margir sem ekki síst núna í umræðunum listamannalaunin það er náttúrulega ótal margir sem hafa hátt list án þess að átta sig á því hve mikil vinna hugsun liggur að baki þessu þetta er bara mjög mikil vinna og ég held að Hannes hafi vinni mjög mikið í þessum ljóðum og svo sér maður það sko þegar að koma ljóðasöfnin kom út þá hann aðeins búin að krukka í þau sko hann á það til, breyta nöfnum og svona gera þau betri sko en svo kemur þessi bók hérna sko í Sumardölum þetta er önnur bókin kemur 59 held ég en hún fekk nú kannski ekki alveg sko að dóma svona oft erfitt að fylgja eftir svona Spútnik þú veist hvernig það er með hljónsveitir fyrsta platan, önnur platan en sko mér finnst þetta frábær bók já, mér finnst þetta það er náttúrulega þetta hérna sko sem náttúrulega allir sveitamenn skilurðu best er vorin ekkert elska ég heitar úr útlegð þyrpast syngjandi vötn og litir sem mora í holtum og hlýjum drögum þá verða dýrin að lifandi hluta landsins lambféð á gljúpu túni angandi heiðum svanir á engi hrafnir í blautum högum hneggjandi stóð sem östlar mýrarsund tekur rás og þýtur bylgjast í breiðum
Þetta verður ekki betra. Nei, þetta náttúrulega sko, þetta náttúrulega bestur vorin, þau dilla sér niður stund í líki bjartrar stúlku á skínandi ský. Úff. Já. Dásamlegt. Þetta náttúrulega yndislega fallegt sko. Já. Og svo náttúrulega bara heldur hann alltaf áfram sko. Já. Og svo kemur sko þessi 2018 sko, haustaugu. Já. Segist nú í viðtali við Egil Helgason hafi verið hættur sko. Já. Eiginlega búin að loka þessu því að svo kemur þessi fyrir sko 19 árum held ég sko. Já. Fyrir kvöldyrum sko. Já. Og þá eiginlega lokar hann bók sko. Hann eiginlega svona ljóðlínan, lokalínan mjög sko athyglisverð sko. Að því að þá finnst manni eins og hann sé að kveðja sko. Já. Og kvölddyrnar ljúkast upp senn. Já. Kvölddyrnar. Það er hann eins og sé bara að loka á hættur. Já. En svo segir hann fallega frá þessu í viðtali við Egil að svona lútan á veggnum sko, strengirnir fóru að titra. Já. Og þá fór hann að huga næstu bók og svo kom þessi 2018 og nú hver veit hvað gerist. Einmitt. Þú sást nú þessa grein, ég hef búin að segja frá þessari grein og þú varst að segja frá henni þarna Putin og Alaska. Draugagang í Alaska sko, svo maður veit ekkert hvað gerist. Og það svolítið magnað sko að sami maður og skrifa slíka grein fjörgamall í dag skrifi fyrir þessum árum svo reikaði ég einn hjá algrónum þúfum og rýndi fávist þau rauk að deyja. Já, það er mitt. Þetta er svo þú sér það sko. fjölhamur maður. Svo hér sko, svo ég sé nú bara lyftinu bókum hérna sko. Já, endilega. Þykk bók hér sem heitir Jarðarlag í tímanum. Já. Minningamyndir úr barnæsku. Já. Og þetta er bara frá því hann var ungur. Fór í sveit 6 ára fram í Lítistaðarepp eða Tungusveit og sem náttúrulega orðið Skagafjörður núna og ekki repparnir lengur til og svo var hann í vegavinnu 11 ára upp á Öxnadalsheiði. 11 ára á Öxnadalsheiði. Heimtar það sko. Og það er tími sem hann nýtti sér vel í ljóðum síðar. Já, svo það koma ljóð sem tengjast því mjög vel, mikið sko. Já, og og eins og eitt heitir sko held ég á Öxnadalsheiði sumarið 45, eitthvað svoleiðis sko. Í stríðslok, eitthvað þannig. Svo að það er mjög gaman að höra svona fyrir sko grautið þessari bók. Já. Skemmtilega lýsingar á hestunum og hvað maður bara skilur þetta ekki þegar að gera veginn yfir Öxnadalsheiði. Nei. Það tekur bara allt sumar, það fyll eitt gil. Hugsaður. Liggur við. Hugsaður. Svo er náttúrulega næra en því að jarðýturnar koma sko. Já. Það þótti mikil bylting að svo jarðýtu í Bakkaselsbrekkunni. Við mættum vera iðnari að rifja upp þetta bjartsýnis gullaldarskeið Íslendinga frá og með seinni heimsstyrjöld og hvernig svona sól, atorku og bjartsýni reis alltaf hærra og hærra. Við vorum heppnir að alast upp á þeim tímum sem ólumst upp. Já. Það var náttúrulega búin að þetta er náttúrulega sérstakur tími sem maður er búin að lifa og ekki síst foreldrar manns sem eru mjög merkilegir tímar sko. Já. Að líka bara að sjá þessar sko ég er nú líka ofta að hugsa afa minn sko sem fættur rétt fyrir aldamót sko. Já. 1890 og 8. Já. Bara svona og deyr sko 86 eitthvað svo leið sko. Sjá hvað hann sér langt sko. Hann er að vísa ekki gemsonum sko. Nei. Hann er því ekki. Nei. En þú sér pabbi fættu 31, ég gamall hann þessi sko. Já. Og svona, jú, það er komið útvarp þegar hann fæðist en hann er vísa ekki búin að fá sig GSM-síma, ekki snjallsíma. Nei. En hann er með hins síma. Já. Það segir að það dugi sko. Ég náði í skottið á því þótt ég sé nú fættur 65 sko. Mývatnssveit var nú kannski aðeins aftar á ferðinni heldur en mörg önnur byggðarlög sérstaklega fyrir iðnvæðingu sko.
þegar ég segi fyrir innvæðingu þá meina ég áður en allt breyttist með tilkomi kísiliðunar og Kröfluvirkjunar. En ég rétt náði skottið á þeim tíma að eiginlega öll matargerð átti sér stað innan hús og það var ekki mikið verið að fara í búðir og það náttúrulega maður sjálfur meitlaður af uppvöxtinum að enn skilur maður ekki setninguna þegar krakkinn kemur heim og opnar ísskápinn og segir það ekkert í ísskápnum. Já, það var náttúrulega ég held að ég mun alveg eftir því þegar kom ísskápur heim fyrst sko. Ég held það og þetta var náttúrulega mikill ég hef náttúrulega bara borðað silung meira og minna öll sumur allan ágúst fram með miðjan september við eigum silungir saman ég held það sko þegar í góðum árum sko en það var náttúrulega kannski eins og í Mývatnssveit það var ekki alltaf sami aflinn sko það var ekki alveg ísan að róa með þetta. Nei. En já, þetta bara ég held að við höfum upplifað stórmerkilegan tíma sko. Það held ég líka. Ég held það. Og ég held ekki síst að sko forréttindin eða sem sagt lánið sem lék við okkur hafi verið að voru línulega framfærir alltaf með hverju árinu sem leið. Nú sá tími rofinn að sumuleyti. Það það högtir aðeins sko ég held hvað segir maður við lifum mjög áhugaverða tíma sko. Jú, þeir eru áhugaverðir. Ég held að sé mjög svo sko hvernig þetta fer allt saman. Já, einmitt. En þetta en það svo sagt og þá held ég sé mjög gott sko að svona í þessum hraða tíma að bara og ég held að ljóð sé mjög svona því að nú kannski tala að fólk les ekki og sko við erum alltaf að lesa bara eitthvað svona stutta text svo ég minnist nú aðeins og aðra sko sjónvarpsstöð ég fæ nú alveg leyfi til þess þá náttúrulega mjög skemmtilegt sko fyrir þá sem hafa áhuga á þessum ljóðum sko þá náttúrulega þáttur í ríkissjónvarpinu sem alveg þess virði að benda á sko það var þáttur í gærkvöldi man ekki hvað heitir Ljóðaland eða eitthvað svoleiðis einmitt og það bara þú náttúrulega hefur verið látin læra ljóð þegar þú varst ungur í barnaskólanum og ekki bara læra þau utan að til þess að skrifa þau á prófum heldur þurfti að syngja líka það var svoleiðis það var söngur söngtímar og var líka bridge-kennsla þú býrð að því ennþá námskrá dags í dag hún vægast sagt mjög ólík það var kristinfræði, það voru biblíusögur þar var mjög mikil umræða siðferði og gildi og dygðir og ég ætla ekki að missa mig í nostalgíu ég held að ég láta börn læra ljóð ég held að ég aðeins að þjarma að þeim sko með þetta sko og það er náttúrulega stórfenglegt hvað sko Þórarinn Eldjárn hefur gert hans bækur það er bara alveg það er svo magnað sko og enn talar hann til ungra sem aldina og en ég held að sé sko ég held að sé ég er að segja nú sko mörgum þetta að og ég held að það komin nú Hannes sterkur inn sko þegar þú ert að fara að sofa á kvöldin þú ert kannski að lesa sko skáldsögu eða eitthvað sko en lestu bara eitt ljóð og lestu það oft af því að og það er nefnilega svo gaman með mörg ljóð þú getur fengið svo marga myndir út úr því og það þarf ekki endilega að keyra 15 kilometra í jógatíma jafnvel ekki sko en og það er líka svo gaman að þegar þú ert við vorum að ræða í gær ég og einn sem að lesa með okkur sko og við vorum að ræða eitt ljóðið og það var svo gaman hún sá alltaf aðra mynd út í heldur en ég hef lesið menntaskóla greinar eftir mig eða semst ljóðabækur eftir mig og ég var bara alveg hissa einmitt var ég að meina þetta virkilega var ég að hugsa þetta fannst þér það ekki skemmtilegt? Jú, mér finnst það mjög skemmtilegt og ef einhver að horfa á þetta og hefur skrifað eitthvað þá má hann bara senda mér þetta ég er mjög gaman að þessu maður bara rekkur við það sýnir það að þegar þú ert búin að kasta þessu frá þér þá ertu búin að missa tökin á þessu og það er bara mjög gott fólk getur bara fundið það sem það vill út úr þessu sko. En ég held að sé sko
og vonandi það sem þetta þing okkar kveikir í einhverjum að taka sem svona fram bækur Hannesar. Já, og það hefur líka verið gerð sko, það er sko ljóðasafn þykk bók og svo koma þess að tæri viðbót, haustaugu og fyrir kvöldyrum og það hefur líka verið gerða svona styttri bækur, svona söfn sko. Já. Fyrir 2 árum var gerð eitt sem heitir Byggð mín í norðrinu sem Sölvi Sveinsson sáum og svona útgáfun og þar eru bara ljóð sem tengjast Skagafirði til dæmis. Já, einmitt. Mjög nett og falleg bók. Hugsaður líka bara mikilvægi sko hvíldartímans, kyrrðarinnar. Þetta tæki að trufla okkur ekki bara á daginn heldur líka á nóttinni og sko við erum síkvik, við erum alltaf að fylgjast með upplýsingum, mörg okkar hafa komið sér í þá stöðu tilneytt eða ótilneytt og ekki síst ungt fólk að það hefur áhyggjur að því að það geti einhverstaðar birst eitthvað það á meðan það sefur sem neikvætt og hugsaður sko friðinn sem felst í ljóðinu og maður veltir í fyrir sig þegar Hannes ryður sér braut hefði hann getað það á núna á okkar tímum síáreitis hefði hann getað skrifa svona vel og fallega það er ekki gott að segja það er ekki gott að segja það er erfitt að sko svona en sko sem betur fer og eru svo margir að yrkja núna það kom út svo margar ljóðabækur og það er svo skemmtilegt alls konar bækur, ljóðabækur og það er ég fylgist ekki nú vel með en það er sama það er bara, það virðist alveg sko blússandi áhugi á þessu og svo bara vonandi að einhverji lesi og þess vegna held ég að þetta sé góð aðferð að sökkva sér bara hún í eitt ljóð búa sér bara fara að sofa með eina mynd ekki vera að þrælast í gegnum alveg heila bók heldur bara lesa eitt á kvöldi og getur þetta ekki annan daginn eftir Ég á 15 ára gamla stelpu sem að les eitt stuttan kafla í Biblíunni á hann að vera svo frábært og ég held sko að það sé að einhverju leyti ansvar við samtímanum það getur verið við raðanum, við öllu áritinu hvort það er ljóð eða hvað það er við þurfum eitthvað ég er alltaf með kveikt á símanum sko geti verið að gjósa á Reykjanesi þá fæ ég sendt skilabóð strax að því ég er mikill áhugamaður þetta eldgos mikill áhugamaður þannig að þér finnst að þetta rekst ekki á nei, það er bara við spenntur að fá bara bing á nóttunni það láta hringi í mig sko en ég held að ég er eiginlega bara ég er náttúrulega bara mjög stoltur að við skildum rjúka í þetta að reyna að halda upp á þetta afmæli það er bara stórkostlegt ég veist það og bara og vel við hæfi að hafa það náttúrulega á heimaslóðum var ekki einhver umræðum að hafa þetta bara í Reykjavík nei, við ákveðum bara strax að hafa þetta hérna fyrir norðan það kom aldrei til umræðu eiginlega sko við bara skapringarnir ákváðum þetta ég og Sölvi bara stukkum á það og það hefur nú svo sem verið ég held að skapringar séu náttúrulega mjög meðvitaður þetta skáldið og séu líka sko stoltir að sínum seldu mjög stoltir sko við erum nú, þú þekkir það nú sko sveitastoltið sko við erum nú stolt af okkar fólki sko ég bjó einu svona Sauðárkróki það var ekki mjög lengi og það var það var á 9. áratug síðustu aldar og menn voru að ræða Hannes þá og fara með Hannes hann hefur augljóslega allar götur verið spámaður í sinni heimabyggð má ekki segja það því að þó hann fari sko víða í bókunum sínum þá kemur alltaf einhvers staðar, þá kemur hann alltaf heim öðru hvoru sko og kannski sérstaklega í bókinni 36 ljóð þá kemur hann hún kom mjög sterkt til mín þarna 1983 sko þá kom hann alveg bara beint í hangið að maður hugsaði og þá nú er hann alveg komin heim aftur sko hugsaði maður svo að slíta ekki ræturnar heldur halda tryggðinni við þetta er nú svo sem sagt mig líka sko ég sé óttalegu sveita maður þið eru báðir bara mjög flottir í þessu finnst mér
Svo kona mín segir, verður nú að hætta þessum sveitaljóðum. Þetta svo leiðinlegt. Nei, en það ekkert að slíta þessu úr manni, sko. Nei. Og bara þetta, já, ég vona það og veit að þetta verður skemmtilegt hjá okkur. Já, og svona, og fróðlegt. Engi spurning. Og það verður þarna lesið fullt af ljóðum. Já. Mér langar, Eyþór, að biðja þig að ljúka þessu spjalli okkar á því að lesa 1 eða 2 ljóð. Það svona fer eftir í hvaða skapið þú ert. Ég skal lesa hérna fyrir, sko, svo lendi ég í því. Sko, ég tel mig þokkalegan að lesa mín eigin ljóð. Já. En ég verð nú bara viðurkenna það. Ég bara hálfgjört í vandræðum með að lesa sumt eftir Hannes. Já, ok. Ég veit ekki af hvernig það er. Það bara, mér veist ég bara ekki ná tökum á því, en ef ekki bara að prófa. Jú. Já, hérna er eitt mjög fallegt sem heitir Hjá fljótinu. Já. Þau stóðu þar sem þaut með björtum lit, því þunga fljót og horfði í vassins strengi og heyrðu að sunnan sumarvinda þitt síki og engi. Og armlög þeirra mynd á fyrsta fund, þó fölur beigur hægtum sviði gengi, laut hann höfði og sagði í sama mund, veistu hvað gleðin tefur tæpa stund, en dregin lengi. Já. Og svo kannski bara alveg í lokin, að því það kom haust. Já. Haustvísa. Störin á flánni fölnuð og nú fer enginn veginn annar en þú. Í dimmunni greiniru daufa nið og veist þú ert komin að vaðinu á ánni. Ekki flott að enda á þessu? Bara dásamlegt, sennilega. Mér finnst þú mjög góður í að lesa, Hannes. Bara svo segið þér það. Æfingin hefur kannski skapað meistar. Ég veit það ekki. En kæra þakkir, Eyþór, og gangi ykkur vel með þetta metnaðarfulla málþing. Svo bara maður reyfi það upp í miðgarði sunnudag klukkan 14. Glæsileg dagskrá. Þú ert bara 4 tíma norður, þú skýst bara og fer suður aftur kvöldið. Þetta er ekkert mál. Sko, þetta er nú eiginlega að þú segir þetta. Ég verð staddur á Siglufirði. Já. Ég ætla að halda upp á brúðkaupsafmæli mitt með konunni minni. Já, til hamingju með það. Þakka þér fyrir. Já. En ég veit ekki hvort ég næ inn í miðgarð. En hver veit? Mikið væri gaman. Já, akkurat, ég til hamingju með daginn. Ég hef búin að glemma þessu. Mikið væri gaman að það geti verið saman. En kannski sjáastu fyrir norðan. Kannski. En allavega, kæra þakki fyrir að koma til okkar. Takk fyrir bara að fá mig. Og lesa ljóðin svo fallega eftir Hannes sem að hafa skipt mig mjög miklu máli og marga aðra Íslendinga og frábært að halda arfleið hans og ljóðum á lofti og af því að Hannes er enn á meðal okkar þá bara takk Hannes fyrir allt. Takk Hannes. En ég ætla líka að þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna. Það er komið að leiðarlokum hjá okkur við rauða borðið í kvöld. Svona rétt að minna á það að ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðina en hafið ekki komið í verk, ef ykkur líkar við okkar efni og þið viljið framgang okkar áfram, þið viljið að samstöðin haldi áfram að vera í loftinu. Ef ykkur finnst það ykkar hagur, þá getið þið haft heilmikið með framtíð okkar að segja ef þið farið inn á vefslóðana samstöðin.is, skrollið niður, finnið hnapp sem ástendur áskrift og hakið þar við mánaðarlega áskrift sem okkur er sagt að sé hlægilega lár styrkur, þótt hann getið skipt okkur öllu máli, aðeins 2.750 krónur á mánuði. En þættinum er lokið, við sjáumst aftur á morgun, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.